Ég fædd 1951 og fædd akkurat á þeim tíma sem að enginn vissi hvað lesblinda var. Maður bara talinn latur og nánast vitlaus. Það var ekki mikið vitað þetta þegar ég var að alast upp. Og svo hann segir við skólastjóran, já það nú meira þessari, hún er líka tornam. Ég bara lærði ekki heima. Hún nennir ekki að lesa heima. Og reyndi bara að skauta framhjá þig í skólanum. Og skilningurinn á þessu var í raun og veru engin. Og orðin lesblinda var aldrei eitthvað sem svona kom upp. Til dæmis var ég einu sinni átti að fara í svona ritvinnslupróf. Þannig að ég vissi ég væri í seinni hópnum, þannig ég smeglaði mér inn í fyrri hópinn og náði blaðinu sem átti að vélrita og stimplaði inn allt prófið á hann ég fór í prófið. Og ég veit ekki hvort ég ítti 1000 sinnum að taka í prófinu en ég fekk 10. Skilningur á lesblindu í dag er miklu meiri. Já, það er betri skilningur í dag en var áður fyrr, það er klárlega. Þannig að það hefur breyst rosalega mikið og svona viðhorfið gagnvart lesblindinni. Ég er búin að koma mér upp mínu kerfi bara það sem ég ekki skil, það setja ég inn í tölvuna. Og það sem ég setja inn í tölvuna teki myndir, leita ég að myndum til þess að útskýra það sem stendur í tölvunni. Móðir mín er kennari, hún fór að segja mig frá félagi lesblindra bara fyrir svona 1,5 mánuði síðan og fór að hitti Snævar á skrifstofinu og hann fór að kynna mig fyrir svona alls konar appi og hjálpartækjum, talgerfum sem er bara algjör snilld. Ég nota aðalega leiðréttingaforritin sem fylgja tölvupóstum og slíkt. Þetta er náttúrulega rosalega vanmetin hæfileiki sem að lesblindir hafa. Nákvæmlega að segja til allar sem eru lesblindir að þeir eru snillingar og högun upp og við erum langflottust. Og fólk sem á mínum aldri á alls ekki að hætta að læra vegna þess að þetta er svo skemmtilegt. Þetta er yfirstíganlegt. Þetta er meiri vinna og það er alveg hægt að komast yfir að lesa og læra það og ná einhverja ferni en það tekur bara allt námið, það tekur bara lengri tíma. Fyrir þá sem ekki eru lesblindir þá þurfum við að lesa meira til að ná okkur sem eru lesblind. Gerð þessa myndskeiðs er styrkt af minningarsjóði Ingibjargar R. Guðmundsdóttur fyrrum stjórnarformanns SVFS.